Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það komið yfir í torfæruna og línuna komin Elías Guðmundsson hjá Ótemjunni. Heill og sæll félagi. Sæll og blessaður. Hvernig hefurðu það? Ég nokkuð góður. Herri, þú tókst hressilega byltu núna á keppninu helgina? Já, var hérna í þriðju umferðinni á laugardaginn. Í síðustu braut á endarstakki honum helvítir hraustlega. Já. Já, það í lagi með þig? Já. Svona eins gott eins og það getur orðið. Já, nákvæmlega. Það var vel koktelhristur eftir þetta. Þannig að þú, já, svona, já, farið svona rólega núna eftir helgina? Já, svo náttúrulega fjórða umferðin var keyrð í gær og við náðum að koma bílnum saman, náttúrulega með öfluga stráka með mér og náðum að græja hann fyrir keppnina í gær og vorum með, það var smá ólaga vorum hann fyrst, bremsuvesen og maður sjálfur bara svolítið svona kvektur eftir þetta og bara, svo kom það, maður gæti gíra sig upp aftur. Já, nákvæmlega. Þannig að þú þurft að náða að gíra þau upp? Já, maður lendir í svona, þetta mikil högg, svona endastungur og svona bílar, þetta svona eina verstu velturnar sem maður lendir í. Þannig að það svona, maður fann aðeins fyrir þessu og skrokkurinn svolítið aumur. Já, nákvæmlega. En já, hins vegar, já, þetta lét ykkur ekki þannig á að það allan að þú endar eða ekki í 3. sæti? Já, við endum í 3. sæti á laugardaginn. Já, þannig að það, nú gott að allan að það hefur komið inn. Já. En þessi keppni í ár, hún alveg hrikalega jöfn. Hún það. Þetta Guðmundur Ingi þarna langefstur í Íslandsmótinu, en svo þetta svolítið baráttu þarna í öðru, 3., 4. Já. Og eiginlega mun jafnara heldur en oft áður, svona minna bil á milli manna, heldur en hefur oft verið. Þú kemur inn í torfæruna og kaupir það ekki, já, Ótemjuna frá Noregi, það ekki núna í fyrra? Jú, eða bara í vetur, keypti þennan píl af Pól Bleisvik. Já. Og hann kom inn núna í febrúar og og var bara til þess að gera race ready, já, og svo fyrsta keppnin á Hellu í maí. Og já, hvernig svona, ertu ykkur í sambandi við gamla eigandann, svona hvernig líst honum að þú sért að djöflast þarna á Íslandi á honum? Jú, hann fylgist vel með og við erum í góðu sambandi. Og hann fannst nú full ömurleg meðferðin á honum hjá mér nú fylgina og ég fekk skilabóð frá honum það, en það bara eins og það þetta gerist. Já, nákvæmlega. Já. En hvernig eru svona, já, nú Guðmundur hann leiðir og svo þeir eru báðir hérna sveitungar, já, eru þið með eitthvað svona ákveðna aðstöð sem þið getið eitthvað verið að æfa ykkur á og fleira, eða eru þið bara svona hörku ökumenn hérna í Mýrdalnum? Já, við erum náttúrulega bara byrjum að keyra þegar við erum 4-5 ára gamlir, sko. Já. Já, nei, það þetta hérna fullt af brekkum og hólum sem hægt að spóla í og það ekkert vandamál að finna sér svæði til þess að bæði pröfatækin og svona reyna á þolriðun hjá manni. En hvernig hefur þér gengið svona, já, læra á Ótemjuna? Þetta miðist þetta ansi gott nafn að skýra þetta bara beint Ótemjan. Já, það bara, við náum ágætið sambandi, allavega gekk ágætlega á Hellu og svo náttúrulega Stapafelli, það var nú blásið af í meiri keppni. Já. Og okkur gekk ágætlega það líka, þannig að en þetta náttúrulega hellingur bara svona venjast tækinu og læra á hann. En já, nú Þór Þormar á bíl sem búin að Íslandsmeistari síðustu ár. Já, þú og Ótemjan, þið ætlaði ekkert að gefa þessum bíl neitt eftir í baráttinu, í toppbaráttunni? Nei, úr því sem komið það bara fullt rör áfram, algjörlega. Já. En hvernig kom það til að þú ákvæðir allt að skella þér í torfæruna? Þetta búið að vera gamall draumur. Já. Og ég prófaði þetta nú fyrst í fyrra og leigði ég bíl af gesti á Akureyri. Prófaði þetta hann í ágúst í fyrra og þá var eiginlega ekkert aftur snúið, það var eins og bara að hella sér í þetta. Já. Nákvæmlega. En náttúrulega í kringum svona keppni, kannski fyrir hlustandana, þú þarft að vera með svaka teymi og þið til dæmis eittuð það ekki bara laugardagskvöldinu fram eftir nóttu að gera bílinn ready fyrir sunnudeginum?
Já, ég með hörku flotta stráka með mér í þessu og það bara leið og þetta var ljós hvað skemmdirna voru miklar, þá bara farið með hann í fengum aðstöðu hér á Akureyri og góðum mönnum og þá var hægt að meta þetta hvað var mikið skemmt og hvað var hægt að gera við og við sáum það fljótt að það var allavega raunhæft að reyna það og hann var tilbúinn hérna milli 6 og 7 morgunin, sundarsmorgunin Jú, nóttin fór í þetta Þannig að það var lítið sofið Það var ekki mikið sofið menn voru vel þreyttir í gærkvöldi eftir átök gærdagsins líka Trúi því, þannig að þið eru kannski bara ennþá fyrir norðan allt heimið eða? Já, hluta á okkur hérna ennþá ætlum að taka svona lungan úr bíladögunum það að slaka á bara Já, nákvæmlega, þetta náttúrulega ótrúlega veisla sem með framöndan hérna fyrir norðan fyrir motorsport áhugamenn Já, þetta mjög skemmtilegt og gríðarlega góð og skemmtileg aðstafa hérna hjá þeim bæði þetta torfærisvæði mjög flott og svo þeir með brautina sem að Gauturspinnan og þetta fer allt fram á og svo jafnframt náttúrulega gríðarlegu vöxtur í driftinu margir flotti bílar að koma þar inn og ég held að það sé á 5. Þannig að þetta er algjör veisla Driftið, það er íþrótt sem er búin að koma mjög sterk inn í motorsportið núna Já, bara semstu misserum það eru margir bílar bara verið, ég held að þessi búið flytinn einhverja 2-3 það eru 2 BMW fara að koma inn núna og það er gríðarlega þar En svona, með hvernig þetta farið að stað þá ert þú ennþá inn í keppninni þannig að það getur, þú þarfst kannski að vonast að beila eitthvað hjá Gumma til þess að gera allir á Íslandi Nei, maður vonar engum í versta Nei Það Gummi alveg fanta aukumaður, flottur og með góðan bíl og ég held að það nú eitthvað mikið að gera svo hann nái nú ekki að landa titlinum í ár en það verður mikil barátta þarna þessi sæti þar á eftir og svo er þetta svona þetta er svo óljóst þetta tímabil að það er möguleiki fyrir alla einhvern veginn að vinna núna því að þetta er svo þeir eru eitthvað svo nýjafnir allir aukumennir og bílarnir Já Þetta er, eins og ég segi, þetta er mikið jafnari núna heldur en hefur verið 8 ár klárlega Elías Guðmundsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara gangi ykkur sem allra besta sem eftir að tímabili þið náttúrulega það ekki klárið síðustu 2 umferðirnar Jú, við nú bara þurfum að fara og setja staðins í bílinn og það er að græja hans í rösklega fyrir Egilsstaði sem er 8. júlí og ég ávonaði að það gangi allt eftir Já, nákvæmlega, þannig að það verður smá púsluspil Það verður það Hefur þú farið áður á Egilsstaði að keppa? Eða svona? Hvað segir við? Hefur þú farið áður á Egilsstaði að fylgjast með keppni? Nei, það hef ég ekki gert Það verður fyrsta skiptið, það verður bara gaman Já, nákvæmlega Bara bestu þakkir, gangi vel Herðu, glimrandi, takk fyrir það Já, keppnin er alveg nýja náttúrulega Guðmundur Ingi eftir helgina náttúrulega leiðir Hann er í fyrsta sæti með 65 stig Svo kemur Þormar Pálsson með 30,5 stig, Elías Guðmundsson í 3. með 30, Atli Jamil Áskisson í 4., Ingólfur Guðnason í 5. með 25 og Geir Grímsson í 7. með 23 stig, Magnús Sigursson með 21,5 stig, Gestur Jón Ingólfsson með 20, Ólafur Bragi Jónsson með 14, Haukur Viðar Einarsson með 9, Birgir Sigursson með 7, Arnar Eli Gunnarsson með 4, Árni Kópsson með 2 og Jóhann Freyr Egilsson með 2, Ragnar Mitchelsen með 2 og Fjölnir Guðmundsson með 2. Valdimar Jón Sveinsson er svo með 1 stig og Svanur Tómasson með 0,5. Það held ég nú. Það er þetta að fylgjast með öllu inn á torfæru áhugamenn inn á Facebook-grúpunni. Svo náttúrulega í götubílaflokknum, þar var hann Ragnar Skúlason sem að gera sér lítið fyrir og sigraði þar. Og staðan er þannig að hann er með 65 stig á tóttnum, Eðvald Orri Guðmundsson í öðru með 46, Steingurum Bjarnason með 44,5 stig í 3. og Haukur Birgisson með 44 og Sveinbjörn Reynisson með 8. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.